Komið öll sömul, blessu og sæl. Long time no see. Í dag ætla ég að lesa fyrir þá sem finna þetta myndband. Alveg óháð því hvað stjörnumerkið þeir eru. Og ég ætla að nota bókina mína, námskeiðsbókina mína, Lyklar að leyndardómum, nota hana svona til hliðsjónar, til að lesa úr spilunum. Þetta verður einfalt og stutt og við byrjum á að taka hérna eitt spil úr stokknum hennar Denise Linn, Heilagi ferðalangurinn. Þetta gefur svona tóninn fyrir hvað það er sem að lögnin snýst og hvað það er sem að kannski brýst í fólkinu sem er að horfa. Það er spilið breyting. Ný leið til að lifa. Þetta spil líkist dauðaspilinu í hefðbundnu taroti. Þetta er fuglinn Fönix og ég ætla að kíkja aðeins í bæklinginn og vita hvað þetta spil segir okkur. Þetta er tími mikillara breytinga, gamlar hugmyndir og gömul trú og allt sem að hefti þig úr fortíðinni er að hverfa í burtu eða brenna burtu. Og í staðinn kemur ný lífsorka og nýjar götur opnast fyrir þig. Þú munt upplifa heiminn og lífið þitt á nýjan hátt, von bráðar. Svo við verðum að tala hérna þá sem leggja upp í ferðalag að leiðin að takmarkinu eða leiðin þangað sem að þeir ætla sér, hún breytir manni. Þannig að þegar að þið eru loksins komin á áfangastað, þá eru þið ekki sama persóna og þið voruð í upphafi. Og það hefur orðið breyting á ykkur. Svo er komið inn á hérna að þið þurfi ekki að hafa áhyggjur. Því að oft þegar umbreytingar eiga sér stað, þá þurfum við að ganga í gegnum myrkur eða erfiða tíma og það er alltaf ljós við enda gangana og eftir umbreytinguna rísum við upp úr öskunni ný eins og unga börn, tilbúin að takast á við nýja lífið okkar. Það hefur ekkert upp á sig að halda í hið gamla og miklu betra að horfa á hlutina frá öðru sjónarhorni, kveðja hið gamla með þakklæti í huga fyrir það sem að það hefur kennt okkur og horfa á veröldina nýjum ferskum augum. Ég ætla að taka þetta spil og setja það svona aðeins til hliðar á meðan að við svo tökum hérna eina létta lögn sem er hérna aftarlega í bókinni og hún er mjög einföld. Það er í raun og veru bara staðan núna, ráðleggingar og líklega útkoma ef að ráðleggingunum er fylgt. Það má líka horfa á þessi 3 spil sem fortíð, þar sem búið er að gerast eða aðdragandan að einhverju máli, síðan stöðuna í dag og síðan hvað á eftir að koma.
eða framtíðina. Þið svona hafið það í huga. Og við skulum sjá hvaða 3 spil vilja koma og segja okkur skilaboð varðandi þessa miklu umbreytingu sem í gangi. Hún gæti verið byrjuð. Þið gætu verið akkurat bara núna að rísa upp í hinu nýja. Eða þessi umbreyting það sem koma skal fyrir ykkur. Þannig að þá getið þið búið ykkur undir það. Þrjú spil þurfum við. Og hér eru þau. Fyrsta spilið gosin í mynd, eins og við segjum. Við skulum sjá hvað hann segir okkur í bókinni. Myndgosi táknar skynjun og tengist skilningavitunum 5. Þetta ef við tökum þessu sem persónu, þá getur hann verið veraldlega sinnaður nemandi eða efnilegur lærilingur í einhvers konar námi. Þannig að þetta getur verið fréttir af námsmálum eða atvinnu, fréttir af fjármálum eða heilsu, því að myndin táknar allt sem efniskennt, jarðbundið. Og allir gosarnir, þeir tákna einhvers konar skilaboð, eitthvað sem að koma til okkar. Hann praktískur, þessi gosi, metnaðarfullur og einbeittur. Þið sjáu hvernig hann horfir á myndina með vangaveltum hvað hann geti gert við hana og ef þið vill hann að færa þér þessa mynd. Hann getur táknað alls konar ný tækifæri, ný verkefni og það sem myndgosin jarðarmerki, þá mikilvægt fyrir hann að þekkja takmörk sín og undirbúa sig vel. Hann hefur þörf fyrir öryggi og jafnvægi og eyðslusemi og óhóf í raun og veru neikvæða hliðin á þessu spili. Allir gosarnir tákna jörð og myndgosin því tvöföld jörð, því að myndin hans táknar líka jörð. Þannig að hér mikið svona mikil efnisleg orka, jarðbundin orka sem tengist, eins og ég sagði áðan, fjármálum eða heilsu, öllum efnislegum hlutum, vinnu og peningum, öryggi og slíku. Þannig að einhver skilaboð til ykkar varðandi það. Þetta getur verið pælingar það að fara í nám, pælingar varðandi nýja vinnu. Fönixfuglinn hérna búinn að gefa til kynna að það sé einhver mikil breyting og eitthvað glænýtt á leiðinni. Og ef við tökum þessu sem fortíðinni, eins og ég sagði áðan, ef þetta fortíð, nútíð og framtíð, þá þetta það sem búið að gerast. Annaðhvort einhver manneskja í lífi okkar með þessa eiginleika eða þetta orkan sem búin að vera í gangi. Og þá það staðan núna eða ráðleggingar hvað best að gera. Þá fáum við 5 í mynd. Nei, afsakið 5 í stöðum. Alla 5 tákna hreyfingu, einhvers konar hreyfingu. Og 5 í stöðum getur táknað erfiðleika. Eins og ég sjáu það hérna 5 ungmenni að svona slást, þó ekki kannski á mjög alvarlegan eða hrottafenginn hátt. Þetta meira svona
eins og hver og einn að sýna hvað hann getur. Í þessari 5 einmitt samkeppni og áskoranir alls konar. Þessi 5 getur táknað próf sem við erum að ganga í gegnum eða baráttu. Við getum verið að reyna að vinna okkur nýtt umræðasvæði þegar þessi 5 kemur upp eða fara yfir einhvers konar mörk sem við höfum sett okkur sjálfum, nýtt landsvæði eða nýtt áhugamál sem kannski pínu erfitt, eins og spilið getur kynna. Það takast einhver ólík sjónarmið á hérna og þetta getur verið bara svona, eins og við segjum bara smá vesen sem hindra, sem við þurfum að komast yfir. En það metnaður í þessu spili, metnaður til að gera betur, til að hreyfast áfram og sigrast á erfiðleikum. Og það mikilvægt að gefast ekki upp. Mjög mikilvægt að fylgja þessari nýju leið eða þessari nýju köllun sem við erum að finna fyrir hérna. Sýna hugrekki og vera þrautsegur. Allir stafirnir tákna eld, þannig að í þessu spili eldsorka. Ljónsmerki tengist þessu spili líka og ljónsmerki akkúrat eldsmerki. Þannig að hér svona mikill kraftur. En síðan tengist stjörnumerki Satúrnus þessu spili líka og þó ég sé engin stjörnuspekingur, þá skilst mér að Satúrnus og mikill eldur fara ekki vel saman og þess vegna þessi barningur hér. Þannig að við förum aðeins yfir það sem komið Það eitthvað í gangi hérna sem boðar eitthvað nýtt sem við þurfum að takast á við eða erum að velta fyrir okkur. Og það virðist ekkert vera neitt rosalega auðvelt. Annaðhvort valið ekki auðvelt eða það að koma þessu nýja á koppinn. Það getur verið að það sé heldur ekki auðvelt. Það felist einhverjar áskoranir í því. Og kannski erum við illa undirbúin eða ekki alveg tilbúin í hlutina, þess vegna myndast þessi núningur hérna. En síðan það annaðhvort þá framtíðin, það sem kemur, eða líklega útkoman, það að segja ef við fylgjum þessu spili hérna og vörumst það að gefast upp, vitum bara að það verða erfiðleikar og við þurfum að takast á við þá. Ef við fylgjum því, þá þetta líklegasta útkoman. Og við skulum sjá hvað hún gefur okkur. Nú erum við búin að fá hérna jarðarorku, eld og síðan fáum við þessa fallegu vatnsorku hérna í þriðaspilinu. Ef við tökum þessu sem svona framtíðarspili, þá þetta afskaplega ljúf og góð orka og alveg eins og hér gosinn sem kom fyrst getur táknað manneskju, þá getur riddarinn líka táknað manneskju. Það þarf ekki samt að vera. Öll mannspilin í tarotinu tákna líka orkuna sem ræðir. En myndin sýnir riddara í bikurum. Riddarinn í bikurum ákaflega vatnskennt merki og það af leiðandi mjög tilfinningalegt merki, eða spil, ætti ég heldur að segja. Allir riddararnir bera í sér eldsorku og bikarriddarinn ber í sér vatn, þannig að þetta vatn og eldur sem ef við sjáum það fyrir okkur myndrænt, þá eldur undir niðri sem kyndir undir vatninu. Þannig að þetta einhvers konar hreyfing eða ólga á tilfinningasviðinu. Síðan tengir sportdrekamerki þessum riddara líka og eins og einhver ykkar viti kannski þá sportdrekamerkið í stjörnumerkjunum líka vatnsmerki. Þannig að hér mikið af tilfinningum og ég ætla aðeins að lesa pínu hérna bikarriddarann.
Þetta getur verið tilfinninganæmur, listræn eða rómantískur einstaklingur. Hann kemur með tilboð og tækifæri. Þetta getur verið einstaklingur sem þráir að hitta sálufélaga sinn. Hann getur staðið fyrir alls konar skilaboð og heimboð og hann er óþolinmóður oft á tíðum með sterkt ímyndunarafl og það er svona rómantík sem svífur yfir vatnum yfir þessu spili, en hann er oft bara ástfanginn af ástinni, eins og við segjum. Þessi gæi, þannig að hann er pínu svona varskenndur og ópraktískur. Hann á erfitt með að takast á við praktíska hluti og á erfitt með að takast á við erfiðleika líka. Hann er svolítið sveiflóttur í tilfinningunum sínum. Hann er daðrari, svo sannarlega, hefur stundum verið kallaður riddarinn á hvíta hestinum. Og yfirleitt á hann í ánægjulegum samskiptum við aðra, myndar góð og traust bönd við fólk, en þar sem að öllum riddarunum fylgir hreyfing og táknar hann líka alls konar breytingar á tilfinningasviði, frí og ferðalög og heimsóknir, eins og ég sagði áðan. Þetta getur verið einstaklingur sem er að koma og banka upp á. Það fylgir honum svolítið óþolinmæði og draumórar, svolítið ýktar tilfinningar oft á tíðum. Hann getur verið utan við sig og dulur og slæmu hliðarnar á honum eru miskunnarleysi og hann á það til að vera samviskulaus líka og ópraktískur, eins og ég sagði áðan. En ef við tökum þetta saman og gerum ráð fyrir því að þetta sé eitthvað sem kemur í kjölfarið á stöðunni sem þið eruð í dag, þá gætu þið verið að fá einhvers konar tilboð eða tækifæri upp í hendurnar, hvort sem það er ákveðin manneskja sem kemur með það til ykkar, eða hvort það opnast fyrir einhver leið sem hefur jákvæðar tilfinningar í för með sér. Það er allavega breyting og hreyfing hérna. Ef til vill táknar hann betri líðan og í kjölfari á þessu erfiðleikaspili hérna, þá myndi ég segja að það sé meiri ró framundan á tilfinningasviðinu. Svo gæti þetta sjálfsögðu verið þið sem eruð að færa eða banka upp á hjá öðrum með einhvers konar tilboð. Það getur verið á tilfinningasviðinu að þið séu að bjóða eitt eða annað. Þessi riddari í tengingu við alla þessa rómantík sem ég talaði áðan getur verið bónorð ætlaði ég að segja. Jú, boðorð kannski líka, en ok, bónorð. Þetta er svona feimið svona viltu vera með mér, hvað var sagt hérna þegar maður var ungur, viltu byrja með mér, já. Eða hreinlega viltu koma að vera með mér og við gerum eitthvað gott og skemmtilegt saman. Skiljiði, að rómantíkinni svona fráskildri. Þannig að það er spurning, hvað verður, hvað hann stendur fyrir í ykkar tilviki. Kannski vitiði nokkurn veginn hvað þetta er sem er að koma til ykkar. Kannski eru þið með einhvers konar væntingar eða vonir sem tengjast einhverju verkefni eða einhverju nýju varðandi lífið ykkar. Þetta getur jú verið bara ástin hreinlega að koma inn í líf ykkar eftir erfiðleika tímabil. Það er þetta að horfa á þetta svona svolítið á þann hátt líka. Þannig að
þá segjum við að þetta byrjaði á einhvers konar vangaveltum eða tækifæri á að gera eitthvað nýtt sem að reynist ykkur svo kannski aðeins erfiðara heldur en þið áttu von á. En það er ekkert sem þið komist ekki yfir og síðan er svolítið ljúft gott tilfinningatímabil hérna framundan með einhverju góðu í kjölfarið. Þannig var nú það. Þetta var svona bara stutt og laggott og þið sjáið ennþá Fönix hérna umbreytinguna. Hún er dálítið sterk og það að vera í svona umbreytingafasa getur verið bara meira en að segja það fyrir marga. En þetta spil hérna í miðjunni hvetur ykkur til að gefast ekki upp og muna að það er betra framundan. Ég ætla að draga hérna einn engil fyrir ykkur svona að lokum áður en að við slúttum. Já, þetta er svo skemmtilegt. Það er engillinn sem segir bless við þið gamla og halló við þið nýja. Það er oft hérna, eins og ég segi, ég get ekki skáldað þetta sko. Þú hefur lokið einum hluta af lífið þínu og nú er nýr og jafnvel betri hluti að byrja. Þannig að staðfesting á því sem við byrjuðum á og staðfesting á því sem koma skal. Þetta er frábært. Ég bara samglaðist ykkur með þessar breytingar og vona að ykkur gangi vel að takast á við þær. Ef þið hafa áhuga á persónulegri lögn, þá getið þið sendt mér skilaboð í Messenger og ég get gefið ykkur upplýsingar hvernig ég geti nálgast hana. Ég tek upp myndband og sendi fólki, bara í tölvupósti. Og svo er líka hægt að nálgast þessa bók mína fyrir ykkur sem eigi spil en vantar svona einfalda bók með. Þá ætla ég bara að segja kærar þakkir og ljós og kærleikur.